Til máls tekur háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Valur Björnsson, og talar af hálfu Bjartrar framtíðar. Hæstvirtur forseti, góðir landsmenn. Við göngum nú til þings og það verður að segjast að hjá mér nýjum þingmannum ríkir mikil eftirvænting og tilhlökkun til að takast á við þetta mikla og krefjandi verkefni að vera fulltrúi þjóðarinnar. Við þingmenn sem kosin vorum í fyrsta sinn inn á hið háa Alþingi í apríl síðastliðnum fengum reyndar smjörþefinn af þessu starfi á sumarþinginu og fengum ágæta innsýn inn í störf, siði og venjur þessara stofnunar. Það var ómetanleg reynsla og gott veganesti inn í framtíðina. Fólki mikið niðri fyrir þegar það ræðir stöðuna sem við erum í dag. Ég hef talið það skyldu mína sem þingmaður að vera jákvæður og reynt eftir fremsta megni að biðja fólk að anda rólega og gefa nýrri ríkisstjórn tíma til að koma stefnumálum sínum á rekstur. Því hvað sem öðru líður þá vil ég og við í Bjartri framtíð aðstoða hæstvirta ríkisstjórn til allra góðra verka. Það tekur samt óneitanlega mikið á að vera endalaust jákvæður og leika pollíunu alla daga þegar veruleikinn jafn ískaldur og hann er. Það virðist vera sama hvar drepið niður, fæti. Allstaðar vantar fjármagn til þess að halda upp í lágmarksþjónustu í heilbrigðiskerfinu, löggæslunni og félagslega kerfinu. Menntakerfið þjáist af fjárskorti og samningar eru lausir áramót hjá launþegasamtökum og eins og umræðan er ljóst að mikið mun ganga á þegar til samninga verður gengið og ekki gefin tomma eftir í þeirri viðleitni að rétta hag launþega. Hæstvirtur forseti, í mínum augum það göfugt starf að vera stjórnmálamaður, þar sem sá sem það stundar á að vinna að heill og hamingju þjóðar sinnar. Hann á að vera heiðarlegur gagnvart sjálfum sér og umbjóðendum sínum. Stjórnmál eru ekki leikur og þau eiga ekki að snúast að vera í liði og að hlýða foringjanum. Viðmið okkar sem veljumst til þessara starfa eiga ætíð og undantekningarlaust að vera kjósandinn og þjóðin. Heiðarleikinn stenst álagið ef fólki segir satt og byggir ákvarðanir sínar á áreiðanlegum heimildum og felur ekki ástæður gjörða sinni. Sá sem fer að dæmi heiðarlegs manns bætir ekki aðeins sjálfan sig heldur heiminn allan. Ég óska hæstvirtum forsætisráðherra Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni alls hins besta á komandi misserum og hvet hann og hæstvirta ríkisstjórn hans til að sýna auðmýkt í störfum sínum. Því að sá sem sýnir auðmýkt finnst til verk annarra og er mjúklyndur í hjarta. Hann hefur í sér löngun til að hlúa að sprotunum sem vaxa í stað þess að traðka á þeim. Ég vil líka minna hæstvirta ríkisstjórn á að hún ekki bara ríkisstjórn þeirra sem greiddu henni atkvæði sitt í kosningunum, heldur hún ríkisstjórn allra Íslendinga, hvar sem í sveit eru settir. Ég skora á hann að taka tillit til sjónarmiða þeirra sem annað völdu í kosningunum og minni á orð herra Ólafs Ragnars Grímssonar hæstvirts forseta okkar frá þingsetningunni í gær, þar sem hann vitnaði í frelsishetju okkar Íslendinga Jón Sigurðsson og sagði, með leyfi forseta: þjóðin sjálf á höfuðvaldið og enginn á með að skera úr málefnum nema samkvæmt vilja flestra meðal þjóðarinnar. Hæstvirtur forseti, það er það taka undir margt sem fram kemur í stefnuræðu hæstvirts forsætisráðherra sem er þróttmikil og hvetjandi, en ég saknaði þess að ekki var minnst á þann valkost sem innganga í ESB er fyrir okkur Íslendinga. Og hvenær leiða á það mál til lykta og kynna það fyrir þjóðinni. Okkur getur greint á þetta mikilvæga mál, en það er lágmarkskrafa að gefa fólki kost á að kynna sér hvað felst í inngöngu. Herbert Spencer, enskur heimspekingur og fræðimaður, sagði eitt sinn, með leyfi forseta: til er sú afstaða sem virðir allan fróðleik að vettugi, hunsar öll rök og festir manninn ætíð í kviksyndi fáviskunnar, ævin á enda. Þetta er sú afstaða að vera á móti einhverju án þess að hafa kynnt sér það. Hæstvirtur forseti og kæru landsmenn, ég ber þá von í brjósti að traust og virðing muni einkenna störf okkar á komandi þingi og að við berum gæfu til þess að vinna saman við að leysa vanda þjóðarinnar. Góðar stundir.